Guðmundur Örn Óskarsson, formaður Keilis, ekki rétt? Keilis, passar. Til lukku með að halda Íslandsmótið, hvað langt síðan þið heldur síðast Íslandsmótið? 2017 síðast. 2017? Já, það var eiginlega á gamla vellinum okkar. Það var á gamla vellinum? Já, nýju völlur núna með 9 holunar á Hvaleyrinu, þar sem allt breytt nema 1. Já. Þetta allt annað kvikinda kljástuð. Já, þetta erfiður völlur í dag, eða ekki? Þetta erfiður völlur. Þetta erfiður völlur. Og verður það alla dagana. Já. Það var alveg búið að læna þau. Já, en í dag náttúrulega var vindurinn ekkert að stríða kylfingum, en má ekki búast til einhverjum smá vindi á morgun eða? Ég held að veðurspáin sé aðeins erfiðari í næstu daga. Það gæti komið smá vindur og það gerir ákveðnar holur mun krefjandi, meira krefjandi en voru. Það er mjög spennandi að sjá hvernig takast á það. Við viljum hafa smá krefjandi aðstöður, við viljum finna út í og skera út í hverjir eru bestir. Já. Það krefst þess að sé verið að berjast þetta í erfiðum aðstæðum. Líka, já. En ef við förum aðeins yfir skorið, hvernig standa leikar og það náttúrulega ekki allir búnir. Ekki allir búnir, nei. En svona það virðist nú enginn ætla að skáka forystu söðunum hjá kollanum. Já, við sjáum Axel og Dagbjartur eru... Axel Bóasson, þinn maður náttúrulega, einn af þínum mönnum. Hvað margir frá Keili í mótinu? Ég bara ekki með töluna. Nei, það eru nokkrir. Já, það er tugur sko, og bæði kalla á hvenna megin sko. Já. Þannig að það er mjög spennandi að sjá okkar fólk kljást við þetta. Já, það hafa margir svona talað Axel sem svona líklegan. Hann á sínum heimavelli. Hver þín tilfinning svona fyrir því? Þekkir þetta vel, en hann líka farin að gefa af sér fyrir okkur núna sko. Hann orðinn þjálfari og hættur að æfa eins mikið og gera sjálfur og svona. Já. En við höfum mikla væntingar til þess að heimaslóðurnar hjálpi og kljást við vindinn hérna eitthvað sem Axel þekkir út á einu. Við sjáum hérna fyrir aftan að óvenju margir góðir kjörkjörnir. Já, Dagbjartur Sigurbarans líka með frábæran hring. Þetta er mjög flott skor í dag, eða ekki? Hringur upp á 67 í þessum aðstæðum er bara svakalega. Það er bara frábært, eða ekki? Og stelpunnar hérna. Og hjá konunum, hvernig? Já, þar eru þær efstar hérna, kemur hérna næsta stjá bara, við bara sjáum þetta. Þær eru efstar hérna Hulda Klara og Karin Lind og tveimur undir og svo þar snöggt á eftir koma Elsa Marn og Heiðrún Anna. Heiðrún á öðrum fætinum, skilst mér. Það er frábært, já. Gríðarlega vel og hún er náttúrulega búin að vinna mikið undanfarið hérna og bara rosalega flott að sjá hvað hún er að koma sterk inn hérna. Einmitt. Þannig að rétt áður snúum okkur kannski að þessu flotta, þessu skjá hérna og úti líka. Ertu ekki bara gríðarlega ánægður með opnunardaginn? Jú, þetta var að geggjaður dagur, frábært dagur. Byrjuðum snemma, þeir sem voru fyrstur út hérna í morgun, þeir voru bara stuttur um að borð og það var sól á tímabili. Svo aðeins komið smá væta og smá gjóla. Þetta var nú valla væta en valla gjóla en það kemur nú fyrir að blási hérna aðeins eða ekki? Já, þetta er engin gjóla fyrir okkur sem við búum. Þetta er ekki eins og í hérna Grindavík, það er alltaf logn þar eins og vissir, eða ekki? Já, einmitt. Kemur enda fyrir að logni ferðast á smá hraða og það er eins hérna eða ekki? Jú, það er rétt. Þetta voru alveg príma aðstæður hérna dag eða ekki? Já, það má alveg segja það. En segðu mér aðeins frá þessu, þetta er rosalega flott setup og þótt að sé nú RÚV merkið þarna uppi, þá er þetta ekki það sem allir landsmenn geta séð, það er raun bara þeir sem eru hérna bæði og út á velli líka. Segðu mér aðeins frá þessu. Þeir sem koma hingað á svæðið, þeir fá viðbótar þjónustu, þar sem þeir sjá á ákveðnum hólum hjá okkur, hverjir eru að spila, á hvað skorið þeir eru og svo ákveðna tölfræði líka. Hérna hefur við dæmi, ef við skiptum fyrir okkur yfir á þá sem eru á 18. braut núna eða 15. braut, 15. gríni, að hérna eru þeir síðastir, þessir eru á 18. hólu núna, við erum að spila 18. Við sjáum hérna skorið þeirra, hverjir eru, myndir af þeim og hvernig þeir eru að standa sig. Já, þannig eins og hólan hérna hliðin á, sem er, hóla 15, nei, ég er að horfa út hérna núna. Við erum á 18. hólu núna. Já, en skjárinn stóri þarna, er þá pælingin þegar þeir kylfingar komi, þá sýna þeir? Já, hann sýnir það. Og er því styrkt bara úr símanum þá, eða? Því styrkt bara úr síma og við erum í samstarfi við RÚV þetta líka, þeir bjóða upp ákveðin grunn sem við notum í þessu. Og það er starfsmenn þar sem standa sig gríðarlega vel í að koma þessi framfæri með okkur. Já. Þessi tölfræði líka, þú sýnir okkur tölfræðina, þá fáum við upp hérna eins og Mánafreyð og ferði hann, að þá sjáum við hérna tölfræðina, þetta er Mánafreyð í dag, hann er +1 á par 3 par 5 og par 4 hólunar, hann er 4 fugla, 6 pör og 3 skolla og svo sjáum við meðaltalið meðal allra kallana hérna til samanburðar.
Þetta ættu allir að fylgjast með þessum kylfingi. Þetta flugeldasýningar og flugeldasýningar og smá fuglar og 3 skollar og 1 skrambi og hann stendur sig gríðarlega. Það er ekkert verið að upprennandi stjórnum hérna. Það er ekkert miðjumóð. Þetta er einn af lærisveinum Axels. Einn af lærisveinum Axels. Og Bigga. Hvað er þetta gamall strákur? Máni Freyr, hann er hvað, 16 ára, 15 ára? Já, að vita það hérna. 15-16 ára gutti og er að, já, hérna hér. 20 ár, frekar. Þannig að er ekki Axel maður þess að viðurkenna það að hann var ekki svona efnilegur þegar hann er 15-16 eða? Veistu, ég bara man það ekki, þú ert ekki að fara með það. Nei, þú vilt ekki tala illum Axel. Nei, þetta er bara, þetta er upprennandi stjórn Máni Freyr. En þetta er ekki boðið fyrir sjónvarsáhorfendur heima? Nei, þetta færði ekki heima og þessa stjórnun og þessa birtingu hérna á svæðinu, hún er bara hér á svæðinu og við höfum verið að hvetja fólk til að koma á svæðið. Þið viljið fá sem flesta gesti. Upplifa stemminguna hér. Það er fansón út á velli, pulsur og vöfflur og fleira í boði og virkilega skemmtilega stemming. Við höfum líka vekja athygli kannski á einu fyrir þá sem er að fara að koma inn helgina. Það eru bílastæðamálin. Hérna í kringum húsið og á æfingasvæðinu það er bara aðgengi fyrir keppendur og starfsmenn og sjálfboðaliða sem eru að vinna við mótið. En við erum hérna skammt frá við braggan okkar hérna, 300 húsin, þar eru bílastæði fyrir áhorfendur. Þetta á alveg að vera vel merkt þegar ég komið keyrandi að svæðinu og fólk á alveg að geta fundið stæði. Það er nóga stæði hérna niður á fletunni og svo gengur fólk inn á völlin við 11. tegin. Já, þannig að bæði eins og með þennan skjá hérna og þetta fansón og þetta, er þetta ekki dálítið nýtt að nálu? Er þetta ekki dálítið að færa bara Íslandsmótið upp á næsta level bara með þessu? Ég held að allir vilji alltaf bæta eitthvað við, sko. Þannig að við erum bara áfram í þeirri keðju, þá Suðurnes gerðu geggjað móti í fyrra, það var æðislega gaman þar og við tökum einu skrefi viðbót, þannig að við verum öll í því að gera bara betur og betur fyrir bótið. Þetta er að fara lengra á næstu mótum. Og er ekki bara mjög líklegt að bara með hvað golfið er orðið útbreitt og gríðarlega vinsæl íþrótt bara í almenningi, verði ekki allir límdir yfir skjánum eða komið hingað eða þá límdir yfir skjánum og límdir yfir vonandi kylfingi.is líka að horfa á þessu vittöl og annað? Jú, ég vona það. Þetta er skemmtilegt en að upplifa okkar bestu kylfinga og sjá þá slá í boltann. Þetta er eitthvað annað. Að sjá hérna einhverja stráka sem eru bara ekki eins og konum við bílpróf, þeir slá 280 metra með dræfir þurfa að hitta kannski 50 metrar spott. Það er bara eitthvað sem við vitum ekki sjálf en það er ótrúlega gaman að sjá þetta. Þannig að golfið í Íslandi er á réttri leið, það ekki? Alveg sannfærður um það. Ekki alveg ótt að segja það. Og gerast inn í GSI, Óli og þau með afreksstarfið. Þetta er hárrétt leið sem við erum að fara þar og það er bara virkilega velunni vinna þar. Hvað með þig sjálf? Hvernig kylfingur ert þú? Ég er bara einhver miðlungskylfingur. Hvað er með forgjöf? Ég er með 9 í forgjöf. Já, þá ert ekki miðlungs. Berjast við að halda mig. Það eru einhverjir sem að blóta þér núna. Ertu miðlungskylfingur með 9 í forgjöf? Þannig að það er, jú, þetta er bara æðislega gaman, sko. Og þetta er svona fjölskylda, það er mikið fjölskyldustemming í þessum klúbb. Og þeir eru náttúrulega lönguornir smekkfullir og hvað 3 ára bilist eða? Já, við teljum í punktum eins og segja það, sko. Það eru nokkur 100 manns á lista, sko. Og vinna sér inn punkta eftir sem bíða lengur eða eru tengdir félagar á annan hátt. Þannig að það er langur biðlisti, já, það er alveg rétt. Og bara höfuðborgarsvæðinu öllu, sko. Nákvæmlega. Þetta er rosalega fallegu völlur og frábæra æfingaaðstæður, þið erum með flotta inniaðstöðu líka og... Já, það er alveg rétt í gömlu Hvalalauginni, þar sem að Keiko sleit baskona. Og hérna, völlurinn, við erum óbærslega ánægð með hann og þessar breytingar og vellinum. Breytingar virkilega vel lukkaðar. Þetta er einsdæmi að held ég að spila á svona nesi þar sem þú spilar með sjó bæði hægra megin við þig og vinstra megin við þig eftir hvað hólið ert. Það er alveg einsdæmi í heiminum, sko. Og svo bara vallarstarfsmenn okkar er búin að gera gríðarlega góða vinnu. Það er búið að tína til það besta sem það er að gera fyrir svona halda svona gott mót. Já, þannig að það er bara mjög einfalt, það er mjög skemmtilegt og spennandi Íslandsmót að fara í. Mjög spennandi og það sem er skemmtilegt er líka sem áhorfandi að ef þú kemur hérna að fansónni eða klúbbhúsinu þá ert að sjá síðustu 4-5 hólunar þar sem að mótið er að ráðast á. Þetta er það sem við köllum svona hvalera krókurinn í okkar lokáltali. Að hér eru hólur jafnvel ákveðnar hólur sem geta unnið eða tapað fyrir mótinu.
þetta erfiðustu holu vallarins, 15, 16, 17. Það geggjað að horfa á þetta. Þetta bara allt í augnfæri liggur frá þessum 2 svæðum sem ég nefndi. Það verður spennandi. Takk hérlega fyrir. Gæðilegt, bara gaman að sjá okkur.